Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín. Ferðaþjónustan hefur líka upp á fleiri sveitir en Breiðdalinn. Uppbygging í Vopnafirði og fulltrúar 3 ferðaþjónustu fyrirtækja þaðan mættu á mannamót. Þar gert mikið út á söguna. Það var einfaldlega þannig að við gerðum rannsókn á því fyrir nokkrum árum hvað íbúar Vopnafjarðar vildu helst kynna fyrir sínum gestum. Og það kemur sem sagt bara berlega í ljós í þeirri rannsókn sem var marktæk svörun á að sagan var eitthvað sem að fólk vildi koma á framfæri. Enda þetta sögustaður mikill. Þarna var náttúrulega aðal verslunar staður á milli Jökulsánna, Jökulsá-á-Brú og Jökulsá-á-Fjöllum. Þarna komu skipin að og þannig að verslunarsaga Vopnafjarðar rík. Við eins og ég segi erum með minjasafnið á Bustafelli. Vopnfirðingasaga ákaflega skýr og við höfum verið að vinna með hana og vonandi komum við upp skiltum í sumar. En eins og að þá býður hún Ágústa Þorkelsdóttir upp á leiðsögn Vopnfirðingasöguslóð. Þannig að já, við erum að nýta söguna mikið, en við tengjum hana náttúrunni því að henni höfum við náttúrulega nóg. Við þurfum ekki að labba neitt til að fara út í náttúruna. Við tökum 1 skref til hægri og 1 skref til vinstri og þar erum við. Nú þetta nýja slagorð komið fyrir Think Outside the Circle og hvetja fólk til að koma til Austurlands og við viljum náttúrulega meina það að Vopnafjörður akkurat út úr hringnum og það náttúrulega það sem við höfum mest upp á að bjóða að það lítill ferðamannastraumur, þarna getur við fengið ró og frið og þú getur kynnst Íslendingum og íslenskri menningu. Við erum með minjasafnið á Bustafelli, við erum með múlastofu. Nú að koma næsta vor þá gönguleið, sögutengd gönguleið þorpið. Nú við teljum líka náttúrulega að það að fara út af þjóðvegi númer 1 og fara niður í þennan hring og taka síðan Langanesið og fara á Raufarhöfn og áfram til Húsavíkur, að þá ertu náttúrulega að fá Ísland alveg beint í æð, sko. Þá ertu búin að fá svona ekta Ísland, viljum við meina. Fuglaflóran á Norðausturlandi og alveg austur á Vopnafjörði alveg mjög mikil, þannig að við teljum að við höfum mikið upp á að bjóða fyrir fuglaskoðara. Vopnfirðingar líka stoltir af minjasafnum Bustafelli, einum af fáum torfbæjum sem enn eru varðveittir í landinu. Viðgerðir hafa staðið yfir á bænum síðastliðin 3 ár. Þá hóf það sem sagt að gera við bæinn. Hann var orðinn lélegur og var fyrir löngu kominn tími til þess að huga að honum. Og núna sem sagt markvisst búið að vera að lagfæra hann og búið með alveg 3 bustir af 6. Og í fyrsta skipti núna í sumar þá munum við sýna allan bæinn í heild. Fjöldi gesta lagði leið sína á austfirska sýningarsvæðið. Meðal þeirra var Benedikt Jóhannesson, fjármálaráðherra. Þetta frábært ferðaþjónustusvæði. Það mjög margir möguleikar og því miður allt of lítið kynntir og þekktir. En við vorum að tala það áðan, það einfalt að fara þér. Þetta var með að segja dagsferðir frá Reykjavík, menn fljúga að morgni og taka einhverja gönguferð eða ferð á einhverja merkilega staði. Þá getur maður komin aftur í Reykjavík á kvöldi ef þeir vilja það. En sem náttúrulega miklu skynsamlega að vera nokkra daga fyrir austan. Þannig að það mjög margir möguleikar sem þarna og maður geta komið þarna aftur og aftur og alltaf sér maður eitthvað nýtt. Nú veit ég að þú hefur fylgst lengi með þróunin bæði íslenskri og austfirskri ferðaþjónustu. Hvernig finnst þér þróunin vera fyrir austan og hver finnst þér svona sérstæða svæðisins vera? Já, núna eiginlega sérstæða svæðisins að þetta svæði sem maður getur verið á, þar sem svona hóflega mikið af ferðamönnum. Þannig að, og getur tekið við töluvert miklu meiru án þess að maður fái þá tilfinningu að þetta sé yfirþyrmandi. Það mjög skemmtileg gönguverðir, bara getur nú nefnt hérna að því við erum hérna við Óbyggðasetrið að þar þetta var mjög skemmtileg gönguverð sem ég fór í fyrra meðfram ánni, Fossagönguna. Það hægt að fara göngur sem við vorum að skoða hérna meðfram Norðfirðinum og þar alla leið út af Barsnes. Bara sem að nefni nú göngur, Snæfell, hver ganga annari fallegri á svæðinu. Þetta svolítið öðruvísi ferðamennska heldur en það að menn bara komi og horfi á einhvern foss eða einhvern hver. Auðvitað slíkir staðir á Austurlandi líka, en þetta svona
meira af stöðum þar sem menn taka þátt í því að vera hluti af landslæðinu, en auðvitað komið mjög mörg falleg söfn, búið að vinna alveg einstaka vinnu þarna við uppbyggingu mjög víða. Það er búið að merkja þarna fleiri leiðir heldur en víðast hvar á landinu. Þannig að ég held að fyrir svona alvöru útivistarfólk þá séu Austfirðir eru alveg einstakt svæði hér á Íslandi. Þar var einnig á ferð nýr ráðherra ferðamála, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Hún segir að dreifa þurfi ferðamönnum betur landið og þar eigi Austurland meira inni heldur en margir aðrir landshlutar. Það þvílík svona innblástur að koma hingað og sjá allt þetta, alla þessa nýsköpun og hvernig fólk að tengja saman náttúru- og ferðaþjónustuna, landbúnaðarferðaþjónustuna, gamla sögu- og ferðaþjónustuna og það mikil tækifæri í þessu vegna þess að við ætlum og þurfum verkefni framöndunni að dreifa ferðamönnum betur landið. Þannig að við þurfum við eigum inni mikið á Austurlandi, þannig á Austfjörðum, þannig að ég held að sé bara, þetta ótrúlega spennandi tíma framöndan. Hvað mun ríkið gera til þess að tryggja ferðamenn dreifist meira landið? Eitt lykillinn auðvitað að bæta samgöngur á sumum svæðum til þess að auðvelda fólki að komast á milli staða. Við erum auðvitað reynum að skoða hvort hægt sé að bæta flugsamgöngur, hvort sem það er millilandaflug eða beint flug á Austfirði og svo einn þáttur af því sem við erum að skoða eins og í vegvísunum sem er svona 7 markmið. Þar eitt markmið að dreifa ferðamönnum betur og það auðvitað líka gert með markaðssetningu og vinna í nánu samstarfi við svæðið vegna þess að svæðin sjálf og heimafólk veit betur heldur en veit best. En þetta er ótrúlega gaman og spennandi að sjá hvað hver og einn með svona miklar hugmyndir og svona skýra sýn í að búa til verðmæti úr þessu svæði og það er alveg klart að það mun ganga vel. Sýningin Mannamót þykir henta vel fyrir byrjendur í ferðaþjónustu. Því samræmda útlit austfirska svæðisins gerði það líka verk að vel var haldið utan nýliðana. Í lok dags hittum við á forsvarsfólk Hótel Eskifjarðar sem var af sinni fyrstu ferðasýningu og ánægð með hana. Það var alveg frábært. Ljómandi gott. Virkilega gaman að taka þátt í þessu. Mikið af fólki sem hefur komið til okkar en hvað út úr því kemur, vissum ekki. Hverju áttu þið von á þegar mættu inn í morgun? Já, ég eiginlega vissi ekkert út í hvað ég var að fara. Ég segi þetta nú eiginlega sama en þetta er bara búið að vera mjög skemmtilegt. Hvernig hafið þið fengið ykkur bókanir í dag beint? Nei, enga. Mikla fyrirspurnir og... Já, en áttum við svo sem ekki dón og því heldur að það svo mikið bókað en það eru margir búin að sýna áhuga. Margir búin að biðja verðlista og svona. Þannig að við bara erum ánægð með þetta. Hvernig lítið sumar út? Mjög vel. Mjög vel. Við erum búin að bóka svona fullt hótel, svona 1,5 mánuð rúmlega það. Hvað er þetta annað sumar sem eru það með hótelið? Annað sumar, já. Má segja það eiginlega. Hótelið er enn eitt dæmið gamalt atvinnuhús sem fengið hefur nýtt hlutverk. Það hýsti áður Landsbankann þar sem Sólveig var gjaldkeri. Ég var í Landsbankanum í rúm 30 ár og leið bara ljómandi vel í þessu húsi svo það var bara ágætt að halda áfram að starfa þar. En þarna voru líka reynsluboltar sem verið hafa öll árin. Þar fá fremst Díana Mjöll Sveinsdóttir frá Tanna Travel. Hún segir austfirska ferðaþjónustu verið að þróast í rétta átt. Og Austurland að gera ótrúlega skemmtilega hluti, við erum að vinna vel saman og Austurbrú hefur þroskast ótrúlega í sínu starfi varðandi markaðssetningu á svæðinu af því þegar markaðsstoðan er kippt út í rauninni á sínum tíma og verður að Austurbrú þá vissi maður ekki alveg hvernig þetta myndi þróast en ég myndi segja að Austurbrú sé að sanna sig alveg ótrúlega þessi stofnun þessara undirstofnana sem voru saman í eina að gera skemmtilega hluti með ferðaþjónustunni, ótrúlega skemmtilega hluti. Hvers virða hversu mikilvæg eru mannamót fyrir ferðaþjónustu aðeins og Tanna Travel? Mannamót er náttúrulega bara mjög mikilvæg fyrir ferðaþjónustuna og fyrir okkur sem Tanna Travel þá erum við bara að koma og kynna okkur, sýna okkur og sjá aðra og þannig að
það ekki síður mikilvægt fyrir ferðaþjónustuna á Austurlandi að koma á mannamót, eða til að kynnast bara hvort öðru. Maður hefur ekkert mikinn tíma þegar maður heima að flakka á milli, þannig að mér finnst það ekki síður mikilvægt. En skilaboðin sem við viljum að senda frá okkur eru þau að þú fáir meir út úr ferðalaginu, dveljir lengur og sjáir aðeins meira og hægir aðeins á þér og talir minni í síman og lítir sjaldnar á klukkuna og allt þetta. Og ég held okkur sé að takast að senda þessi skilaboð. Tanni Travel meðal elstu ferðaþjónustu fyrirtækja svæðisins, sprottu upp úr ferðum á rútum og snjóbílum sem faðir Díönu hóf. Alltaf bætist við vöru úrvalið. Við höfum verið að vinna síðustu 5 árin í verkefni eða vörumerki sem heitir Meet the Locals og vorum að taka það svona upp á næsta þrepp, ef maður getur sagt sem svo. Vorum að opna nýja heimasíðu þar sem við erum meðal annars með svona skemmtilegt persónuleikapróf þar sem að þú getur farið og séð hvers slags ferðamaður þú ert og hvaða vörur henta þér þá á Austurlandi. Og við erum að setja nýja ferðastað í sumar sem er hjóla- og gönguferð. Við ætlum að vera í 3 daga og fara frá Eskifirði og hjóla og ganga út í Vöðlavík og út á Barsnes og á Norðfjörð. Og við erum ótrúlega spennt fyrir þessari ferð. Þetta svona gefur nýja vídd inn í það sem er í boði á Austurlandi. Hvernig ferðamaður ert þú? Hvernig ferðamaður er ég? Ég er nokkru sinnum búin að taka prófið. Og fær alltaf sömu niðurstöðu? Nei, ég fæ ekki alltaf sömu niðurstöðu. En ég er svona þessi afslappaði ævintýramaður. Ég vil ákveða ævintýri með afslöpun inn á milli og vera í heita pottinum og hafa það næs. En ég er líka alveg til í að labba fjallið ef það er ekki of erfitt. Fílarnir eru lúnir eftir langan dag. Þá fer þessu að ljúka hjá okkur í kvöld en við ætlum að enda þáttinn á Reyðarfirði hjá Þórólfi Jóhannsyni en hann á myndalegt safn af fílum sem að prýða heimili hans. Hann segir áhugann hafa byrjað strax í bernsku þar sem að fílar skipuðu stórt hlutverk í Tarzan-bókunum. Hann heillaðist af skepnunni og hefur viðað að sér fílastyttum af ýmsum stærðum og gerðum gegnum tíðina. Við verðum hérna aftur í næstu viku. Verið þið sæl. Og ég sit í öðrum heimi en ég horfi á þig. Mér fyrir hugskotssjónum nær þér kemst ég ekki. Gegnum þetta líf hef ég gengið aftur á bak og gert mér úr því þá allra mýkstu plekki. Hvílíkt reginn djúpum var og ótrúlegt sem opnaðist mér í augunum svörtu svo fullt. Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín.